Eyjólfur Guðmundsson, rektor við Háskólann á Akureyri, hefur komið víða við í lífinu. Hann hefur aldrei verið hræddur við að stökkva á ný tækifæri og nýjar upplifanir. Fyrst og fremst hann samt maður sem vill setja sitt mark á heiminn. Það var því spennandi að geta tekið þátt í uppbyggingunni sem átti sér stað í Háskólanum á Akureyri í kringum síðustu aldamót. Nokkrum árum seinna heillaðist Eyjólfur af fyrirlestri Nóbelsverðlaunahafa í hagfræði og ákvað að stökkva til og vinna við tölvuleikinn EVE Online. Þessa reynslu og vitneskju nýtir hann sér nú við störf sem rektor háskólans sem hann hefur sinnt síðan 2014. Eyjólfur, hvernig lá leiðin hingað í Háskólann á Akureyri? Já, þetta er áhugaverð spurning, en hún var bæði bein og óbein. Hún var bein í þeim skilningi að þegar að ég var að bil að ljúka mínu doktorsnámi í Bandaríkjunum, og ég tók doktorsnámi í auðlindafræðum með áherslu á fiskveiðistjórn og auðlindanýtingu út frá hagfræðinni, að þá vildi ég starfa í akademíunni. Og mér langaði ekki að starfa við Háskóla Íslands sem ég hafði stundað mitt nám og unnið eftir mitt nám þar. Hér var sjávarútvegsfræði og ég eiginlega tók það ákvörðun að ef mér litist vel á skólan með því að koma hingað í heimsókn, að þá vildi ég búa hér. Mér leist vel á að taka þátt í einhverju nýju, að taka þátt í uppbyggingu á nýjum skóla eins og Háskólinn á Akureyri var þá. Alltaf verið hrifinn af Akureyri sem búsetusvæði og sú hreyfing hefur ekki minnkað með árunum. Ég er veðurflóttamaður. Ég er ekkert sérlega hrifinn af suðvestan roki og rigningu og vil miklu frekar norðaustan snjó og storm og hríð heldur en suðvestan rok og rigningu. Þannig að þetta lá allt saman nokkuð beint við að Akureyri væri þá svo staður sem að ég myndi hefja minn akademiska feril eftir að doktorsnáminu myndi ljúka, sem að reyndar lauk ekki fyrir 2 árum eftir að ég kom hingað, en það er eins og gengur gerist, tekur stundum aðeins lengri tíma að klára en maður ætlar sér. Hvaða ár er þetta? Þetta er aldamótin síðustu. Þetta er sem sagt 1998 ef ég man rétt, kem ég í heimsókn og heilsa upp á starfsfólk deildarinnar, sjávarútvegsfræðanna sem þá var og ræði mig hingað til starfa frá með hausti 99, er að koma hérna til starfa það haust og þá áramótin. Móttökurnar voru greinilega það góðar 98 að okkur líst mjög vel á að koma og hefja okkar feril hér. Á þeim tímapunkti hugsaði maður að þetta kannski ekkert endilega sem við varum komin hingað til að vera hér að eilífu og bara hér eftir. En samt meiri sér þarna aldamótin síðustu, þó að það sé ekki nema 20 ár síðan, að þá hugsaði maður svolítið, maður er komin í sitt starf hér og hér mun ég búa í langan tíma, þannig að það var ekkert endilega að maður sæði einhver ákveðin tímamörk, en maður væri komin í sitt akademiska starf og maður myndi þróast þar og vaksa og dafna þar vonandi, en það væri svona svolítið búið að setja fyrir mann leiðina, þannig að þetta leit út fyrir að vera nokkuð beint á þeim tímapunkti. Þú talar í fleirtölu, hver erum við? Það er ég og Steinun. Steinun er kona mín til nokkur áratuga, við erum búin að vera saman síðan 1988. Hvar lágu ykkar leiðir saman? Þau lágu saman í Vestlandsskólanum. Við vorum saman í Vestlandsskóla Íslands í 4 ár. Og vorum einmitt að taka þátt í breytingu þar því að Vestlandsskólinn flutti frá sínum gamla svæði í miðbæ Reykjavíkur upp í kringuna. Við vorum einmitt búið með 2 ár á þeim tíma. En sagan er nú reyndar svolítið skemmtilegur en það. Lát heyra. Ég veit ekki hvort að ég eigi að þora að setja þá sögu hér vegna þess að hún er lítur ekkert sérlega vel út fyrir mig. Þá vil ég heyra hana. Já, í sem allra styðstu máli, þá var þetta ekkert ósvipuð mynd eins og við erum hér núna. Þú situr hérna á móti mér og við vorum í útskriftarferð og fórum til Acapulco í rúmlega 3 vikna útskriftarferð, mjög glæsilega og skemmtilega. Og þar sem ég lít upp, þá sé ég konu fyrir frammi sem ég líst bara býsna vel á. Og svona hvísla félaga mínum með hverjum kom þessi, ég kannast ekki við hana. Og við vorum þá búin að vera saman í skóli í 4 ár og ég hafði ekki tekið eftir henni fyrir þarna. Þannig að þetta þetta hljómar ekkert rosalega vel fyrir mig, en þetta virkaði þó þannig að frá með þeim tímapunkti höfum við verið saman. Eða réttar sagt frá með þeirri ferð höfum við verið saman. Tók mér nokkra daga samfæran að sýna mér áhuga. En það tókst. Það tókst.
En þið eitthvað af börnum, segðum þau? Já, við eigum 3 drengi saman, fædda 94, 98 og 2003. Svolítið skemmtilegt að segja frá því að þeir eru fæddir í 2 heimsálfum, Ameríku og Íslandi. Sá elsti fæðist á Íslandi en við vorum flutt til Ameríku 94 þegar hann fæðist. En Steinunn fer heim til að eiga hann jólin desember 94. Það er Árni Bragi. Síðan fæðist Gunnar í Bandaríkjunum 1998. Árni Bragi fæðist á Landspítalanum í Reykjavík. Og svo Ólafur Snær sem kemur hingað í október 2003 hér á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. Og mjög merkilegt að upplifa fæðingar í mjög mismunandi aðstæðum hjá heilbrigðisstofnunum. Hver var helsti munurinn til þessu Bandaríkjunum og hér? Það var þjónustustíð. Við vorum á litlu einkasjúkrahúsi í því fylki sem við byggum í. Þar var bara öll þjónusta eins og á besta hóteli. Þar var fagleg umönnun gríðarlega mikil og margir einstaklingar sem komu að því. Bæði læknar, ljósmóðir, hjúkrunarfræðingar og fólk sem maður kannski þekkir ekki úr íslenska umhverfinu. Það var tekið á móti okkur sem fjölskyldu í þeirri fæðingu þegar það var svolítið mikið breyting frá fæðingunni þegar Árni Bragi kemur í heiminn á Landspítalanum. Þá upplifðum við þetta ekki sem fjölskylduviðburð 94. Mér enn minnistætt samtali við ljósmóðurina þegar ég óskaði eftir því að fá að koma og vera lengur og styðja við Steinunni eða svona fyrstu dagana því að það varð bráðakissari og hún misti mikið blóð og mér svona 20 og hvað var ég 6 ára. Hvað var ég gamall? 26 ára. Leist ekki kannski ekki voðalega vel á blikuna og vildi svona fara að fá að taka þátt í þessu og skilaboðin verið skýr. Nei, hún þarf að jafna sig sjálf og hún þarf að venja sig við þetta strax. Og hér er bara þinn heimsóknar tími. Sem betur hefur þetta allt saman breyst og allt önnur nálgun á þetta í dag. Og ég skrifa nú þessa fæðingarsögu í bók sem hún Kristín Aðalsteins gaf út núna fyrir jólin fyrir 2 ára síðan. Já. Þar má lesa ef að fólk hefur áhuga að heyra aðeins meira af þeirri sögu og minni upplifun þar. Síðan byrjaði þetta í Bandaríkjunum sem var mjög ánægilegt að sjá. Það fór reyndar líka þannig að það þurfti aðgerða eftir að drengurinn fæddist og þá kynntist maður hinni hlið Bandaríkjanna með ábyrgð og undirskriftir og annað slíkt til þess að unnt væri að fara í þá aðgerð sem var smávægileg en akút. Og það gerði það verkum að maður svona fekk annan skilning á því kerfi sem við búum við hér heima sem ég held að við eigum að þakka fyrir þá almennu þjónustu sem við höfum. Ætli ég verið ekki að segja þetta hafa síðan sameinast í fæðingu Ólafs Snæs í október hér 2003 á Akureyri þar sem að fagleg þjónusta, persónleg þjónusta og aðstæður voru þetta mikilla fyrirmyndar á þeim tímapunkti og í raun og veru sameinaði upplifun mína frá Bandaríkjunum á því sem maður vildi sjá í svona íslensku umhverfi. En þið mikið fjölskyldufólk? Stundið mikið saman íþróttir eða hvernig? Við erum mikið fjölskyldufólk en kannski ekki beint íþróttir og mínar íþróttir hafa kannski ekki alveg ítt undir þátttöku barnanna á öllum stundum. Lát heyra, hvaða íþróttir þú að stunda? Já, ég svona horfi meira á flug. Flug er mitt sport, bæði vélflug og svifflug og svo hef ég mikið áhuga á útivist og skíðum á veturnar. Skíðin eru náttúrulega fjölskyldusport í eðli sínu. En strákarnir voru fljótir og mjög góðir í sínum hópíþróttum strax frá unga aldri og byrjuðu að stunda þær að miklu kappi. Og það var svolítið fókusinn, þannig að við fylgdumst með þeim í þeir íþróttum, frekar heldur en að við varum að stunda íþróttina saman. Þannig að þeir hafa allir valið sína leið og stunda þetta miklu kappi og ekki þurft neina hvatningu til. Gríðarlega agaðir í þessu og öfunda ég þá oft af þeim aga sem þeir hafa. Það er keppniskap í þeim öllum greinilega. Mjög svo. Hafa þeir það ekki frá þér? Keppniskapið hugsaði þeir hafa frá mér að hluta til í það minnsta í þeim skilningi að vilja ná árangri í því sem maður gerir. En íþrótt á áhugaðan örugglega frá Steinunni. Já. Því að hún á okkar heimil er það þannig ef að íslenskur
fótbolti á skjánum, þá það ég sem færi Steinunni góðan drykk og kemur svo út á stofunni til þess að hún njóti þess að horfa á fótboltan eða handboltan eða hvað það sem hún hefur á hverjum tíma. Ég hef aldrei verið mikill íþróttamaður í þessum hópjúrstum. En þú færð svolítið að ögra mögulega í þessum jaðaríþróttum sem þú ert greinilega að stunda lengi? Já, jaðar. Eða hvað? Sumir getur kannski lítið á þessum jaðaríþróttir. Mér finnst það fullkomlega eðlilegar og það ætti öllum að vera eðlislegt að vilja fljúga. Já, var það? Já, það finnst mér. Það hlýtur að vera dásundin eina að öðlast þessa yfirsýn og sjá heiminn frá öðru sjónarhorni. Ég byrjaði í vélflugi eftir að hafa kynst í gegnum móðurbróður minn. Bara fljótlega í kringum verslunarskóla árin. Tók snemma þá ákvörðun að ég ekki atvinnuflugmaður en flugbakterían þannig að ég hef reynt að hætta og það þýðir ekkert annað heldur en bara þunglyndi og dapurleiki þannig að meiri segja kona mín bendir mér á ef ég ekki búin að fljúga nógu mikið og nógu oft. Já. Hérna fyrir norðan kynntist í sviffluginu og sá mikið eftir því þegar ég var búin að kynnast í hér að hafa ekki byrjað í svifflugi sem ungur maður. Hvað svona heillandi við svifflug? Það keppnin. Það hvert einasta flug áskorun. Þú ert að reyna að finna aðstæður sem að halda þér á lofti. Þú þarft að lesa í veðrið, lesa í umhverfið, þekkja flugvélina sem ert að fljúga hverju sinni. Eins og sumum kannski finnst ógnvekjandi að þá hefur bara eitt tækifæri til lendingar. Já. Það er engin annar séns. Þannig að þú byrjar að hugsa lendinguna tölvört áður en að það gerist. Þannig að þú ert með stöðugt í öllu fluginu frá upphaf til enda að þá ertu með huga við það sem að koma næst. Hvað ertu að gera, hver eru aðstöðurnar og hvernig ætlarðu svo að ljúka þessu flugi. Krefst gríðarlegar einbeitingar, gríðarlega skemmtilegt, mikil áskorun að halda sér á lofti örlítið lengur verður alltaf mesta skemmtunin. Já. Síðan þegar þú lendir í einstaklega góðum aðstæðum, miklu lifti eins og við tölum þar sem að þú finnur annarkort hita uppstreymi frá jörðu eða vind sem blæs yfir fjall eða talandi þú kæmist í fjallabylgju sem eru stórar bylgjur sem að sveiflast yfir fjöllum þegar verður að ræða hvassan vind. Þá kemurstu bara í annan heim. Þú ert bara annar staðar og allt verður miklu rólegra. Til þess að þú lendir í fjallabylgju þá verður allt svona frekar rólegra, það engin ókyrrð og þú hækkar tiltölulega hratt og allt sérðu bara heiminn fyrir neðan þig úr fjarlægð og þú svona áttar þig betur á hvað landið þetta lítið, þú áttar þig betur á því hvernig hlutirnir eru tengdir. Þannig að fyrir mér þetta eitthvað sem ætti að vera öllum eðlislegt að vilja fá stund og sjá og þetta sama tilfinningu sem fólk þekkir þegar klífur fjöll. En hvernig nýtur þér það í starfinu þínu sem rektor að ná þessari yfirsýn sem þú greinilega þrífst á og verður að hafa í öllu þínu lífi og starfi? Þar kemur saman endalaus áhugi minn á bara sögunni, mannkynssögunni, fólki, þróun samfélaga. Ég hugsa að ég hefði verið kallaður nörd hér í gamla daga þegar ég var á mínum yngri árum. Alfræðiorðabækur fannst mér æðislegar. Bækur íslenska sögu, það ekki endilega fornsögurnar okkar, heldur bara Ísland 1600, 1700, 1800 og hvernig við börðumst við að lifa af á þessari eyju í mjög erfiðum aðstæðum. Saga stríðs í Evrópu, sama hvort það frá miðöldum eða 20. öldinni. Allar þessar breytingar hafa haft gríðarlega áhrif á samfélögin sem við búum í. Og maður reynir svona átt að segja hvað það sem að stýra þessu og hvernig eru samfélögin að þróast. Kommunismi, kapitalismi, hugtakið þjóð ekkert svo gamalt. Það kannski sjálfur sér ekki nema 2 til 250 ára gamalt að hugsa okkur sem þjóð því áður við vorum við þegnar konungs eða eign lénsherra eða hluti af íbúðum í litlum dal. Allt saman hefur þetta gert það verkum að hugum minn hugsar alltaf þetta í svolítið svona lengri tímabölum, stærri myndum og hvar eru við þá í dag í þessari stóru mynd. Og þetta bara, þú getur notað þetta til að segja að ég hafi valið mér að starfa við Háskólann á Akureyri af því að ég sá tækifæri til að taka þátt í mótun og þróun ungra stofnunar. Já. Og ætti þá auðveldara með að
að sjá eitthvað af þeim hugmyndir sem ég hafði að þróun náms væri meira yfir í að hugsa sjálfbæra nýtingu auðlinda eins og ég hafði lært í mínu námi. Við lærðum heilmikið á þeim tíma hvernig þyrfti að takast á við markaðssetningu þeirra hugmyndar, að sjálfbærni sé hluti af eiginleikum vörunar sem slíkar. Við lærðum heilmikið það að með því að ná góðri nýtingu á auðlindum að þá getur við nýtt þann auð til uppbyggingar samfélaga á hagkvæman máta, frekar heldur en að sóa honum í keppni auðlindina sem slíka. Þannig allan þessar hugmyndir sá ég að ég gæti þá mótað og þróað betur í því umhverfi heldur en að fara inn í gamalt klassískt umhverfi eins og mín eldri stofnun var sem að ég hafði stundað mitt nám og tækifæri til að blómstra. En þú fórst nú í tæknigeirann heldur betur? Herðu, já, það var áhugaverð og alls ekki á áætlun, sko. Það var áhugavert ferli. Hvernig kom það til? Segðu okkur aðeins það. 2006 erum við bara hér í þessu húsnæði sem við sitjum nú í. Þá erum við í háskólanum á Akureyri ásamt Háskóla Íslands og nokkurum samstarfsstofnunum erlendis með litla vinnustofu eða seminar hér nýtingu tilraunahagfræði við stjórn náttúruauðlinda. Við fengum til okkar og vorum mjög heppin á þeim tíma að fá til okkar tiltölulega nýbakaðan Nóbelsverðlaunahafa í hagfræði, Dr. Vernon Smith, sem hafði fengið því Nóbelsverðlaun 2 árum áður. Og til þess að fjalla það hvernig við getum notað tilraunir í hagfræði, því að hagfræði er yfirleitt eitthvað sem bara gerist í samfélaginu okkar og við þurfum að skoða gögnin eftir á. En hann var frumkvöðull í því að nota uppsettar tilraunir í tölvum og láta fólk keppa þá bara á uppboðsmarkaði eða keppa að byggja upp tiltekin stafræn auðæfi og fá fyrir það peningagreiðslur til þess að sjá hvað hefði áhrif á fólk. Þegar að við höfðum boðað til þessar ráðstefnu þá ákvað að bjóða bara öðrum fyrirlesum að koma að kynna áhugaverð tól og tæki til tilrauna. Og þá kemur ungur maður, Kjartan Pír Emilsson, og kynnir fyrir okkur tilraun sem hann heldur að geti nýst hagfræðingum og félagsfræðingum við að stunda rannsóknir á samfélögum og sérstaklega á hagfræði. Og hann kynnir fyrir okkur leikinn EVE Online. Og ég sit þarna og hlusta á Kjartan og Kjartan er menntaður eðlisfræðingur, hann er með doktorspróf í eðlisfræði frá Frakklandi, þar sem hann hefur fókusað sérstaklega á hvernig alheimur verður til, talandi að vera með víða sýn. Segðu. og hvernig einingar í alheiminum tengjast saman til þess að mynda plánundur á hnettu og stjörnukerfi og annað slíkt. Og þessa þekkingu nota hann við að búa til EVE Online heiminn. Þannig að hann er að kynna þetta fyrir okkur og hann tekur líka þátt í að búa til hagkerfin sem eru innan þessa heims og vil kynna það fyrir okkur. Mér fannst þetta alveg brilljant og hugsaði með mér. Ef að þessi hugmynd tekst og 2004 er EVE bara búin að vera úti í 1 ár. Nei, 2006 er EVE búin að vera úti í 3 ár. Og og ég hugsa mér að ef þetta tekst, þessi tilraun að fá fólk til að stunda viðskipti miðað við þær forsendur sem hann er að kynna fyrir okkur, og þá eru hagfræðingar allt í einu komnir með allar upplýsingar. Þeir hafa alltaf kvartað yfir að hafa ekki upplýsingar. Þetta hlýtur að vera áhugavert. Mér til furðu var ég svo eini á fundinum sem að kveikti á þessu og fannst þetta áhugavert. Hvað segirðu? Því allir aðrir sáu þetta bara sem tölvuleik. Hvað er verið að kynna svona tölvuleik? Þetta getur ekki verið. En til að gera langa sögu stutta að þá lýkur ráðstefnunni og eins og gengur gerist að það eru gefnar út greinar og bækur og í febrúar 2007 auglýsa þeir eftir hagfræðing. Ég hafði ekki verið í neinu samskiptum við fyrirtæki eftir þennan fyrirlestur frá Kjartani þangað til að þeir auglýsa og ég hugsaði mér, já, af hverju ekki? Af hverju myndi ég ekki prúfa þetta og því mér leist svona vel á þetta? Og þá segja við sjálf mig að þú pröfaðar allavega og sjá hvað þetta er. Svo ég slæ til og ég fæ starfið, tek mér ársleyfi frá Háskólanum Akureyri til þess að pröfa þetta og sinna þessu. Leist mjög vel á þetta en sá strax að verkefni var risavaxið
og það hafði enginn hugsað út í hvernig þessu gögn væri nýtt, hvernig það væri safnað. Þannig að ég sá fram á að þurfa að byggja teymi, en ég yrði ekki einn í þessu. Þannig ég tek leyfi í ári viðbót og þá var nokkuð ljóst að ef það verkefni sem ég var með í huga tækist, þá myndi ég halda áfram þar. Þannig að það var alveg ljóst fljótlega á öðru ári að það myndi takast. Þannig að þá bara ákvaði ég að hætta hjá Háskólanum á Akureyri og fara alfarðir yfir í þetta og á endanum var ég komið 11 manna greiningateymi sem að greindi hegðan innan leiksins, fylgdist með markaði, fylgdist með hagfræðinni, við fylgdust með verðbólgu, við fylgdust með peningamagni, við fylgdust með því hvernig vörur sem voru kynntar inn, nýjir eiginleikar, hvernig þeir þróðust. Þetta tengdu við síðan við ytri markaðssetningu og hvernig okkur gengi best að ná til þeirra aðila sem við töldum að myndu hafa áhuga á leiknum og hvernig við myndum þá nýta auglýsingafé með bestum hætti. Þannig að þetta varð sambland raunveruleikans og sýndarveruleikans, hegðunar fólks innan þess og utan og hvernig við myndum síðan ná að nýta félagsvísindin til að skilja betur þennan heim og þróa. Og þetta var náttúrulega gríðarlega skemmtilegt verkefni. Já, ég sé það á þér. Hvað tók þetta langan tíma? Hvað varstu lengi þess? Við vorum í 7 ár. Þú voru í 7 ár. Og hvað skilur það eftir? Hver er stóri lærdómurinn sem þú tókst með þér út úr þessu? Að við erum öll tengd. Að við erum öll tengd. Við erum öll eins. Á endanum þá er það okkar samfélagslegu kerfi sem við þróum sem að skapa hegðun okkar. En við bregðust við þessum kerfum öll eins, sama hvort að við erum frá Asíu eða Evrópu, sama hvort að við erum frá Afríku eða artískum heimi. Við erum innst inni með sama eðli, við erum sama fólkið. Það var dásamlegt að horfa upp á það að fólk sem hafði aldrei hist en unnið stórverkefni saman í þessum rafræna heimi hittist hér á Íslandi á nokkur ára fresti í stóri hátíð sem einmitt er haldin í Hörpunni og það var eins og það hefði aldrei gert annað heldur en að vinna saman og sameinaðist þarna í gleði og ánægju með sín verkefni og þá skildi maður að það er okkar mannanna verk að byggja samfélög sem að skapa okkur tækifæri til að búa til eitthvað gott, búa til eitthvað sem nýtist okkur og eykur velferð okkar en ekki kerfi sem að valda stríði, átökum og deilum. Og hvernig fer það svo inn í Háskólann á Akureyri, þessi stóra hugsun? Ef það er einhver sem á að hafa áhrif á fólk til þess að aðhyllast hugsun af þeim hætti að nýta þekkingu til þess að gera heiminn betri, þá er það háskólar. Þannig að þegar ég var búin að vera þarna í 7 ár og framundan voru töluvert stóra breytingar hjá fyrirtækinu því að vörur sem var verið að reyna að þróa höfðu ekki tekist og það var ljóst að við myndum halda áfram að þróa EVE Online en ég hefði viljað sjá það vaksa yfir í fleiri vörur, fleiri sýndarveruleika. Að þá svona fór ég að hugsa mig til hreyfings og þá þessum tímapunkti er staða rektors við Háskólann á Akureyri auglýst og ég hefði í sjálfu sér ekkert hugsað það mikið að flytja aftur norður. En hafði alltaf hugsað mér að koma tilbaka inn í akademíuna. Og ég fór svona veltað fyrir mér hvernig ég myndi nýta mér þessa þekkingu með reynslu mín af Háskólann á Akureyri til þess að raunverulega að reyna að ná utanum þetta stóra verkefni sem er að hafa áhrif á ungt fólk til þess að gera heiminn betri. Og eftir að hafa kynnt mér það stuttlega, þá hugsaði mér já, þetta væri gaman að láta á það reyna. Því að eitt eiga þessar stofnanir sameiginlegt. Að það er að miðla stafrænni upplifun til fólks með þeim hætti að við tengjum fólk saman. Og ég fæ starfið og tek stökkið, kem hingað mánaðamótin júní-júlí 2007. Nei, fyrir ekki 2014, 2007 sem ég fór suður, mánaðamótin júní-júlí 2014 og er með þessa hugmyndi í kollinum að nýta það sem ég hef fengið í gegnum reynsluna hjá CCP með stafræn samfélög og segja hvernig getum við tekið okkar stofnun, náð betur út til landsins alls og út fyrir landsteinana en byggt upp stofnun sem er algjörlega fyllilega sambærileg við það sem við viljum sjá á alþjóðlegum vettvangi, öflug í rannsóknum og færir rannsóknur og þekkingu inn í sitt nærsamfélag með þá hvatningu til nemenda og starfsfólks að við erum að vinna að okkur rannsóknum til þess að gera heiminn betri. Áður en ég sleppi þér, hvað ætlar að fara að gera eftir? Hvert ert að fara? Þú ert að stíga hérna upp úr stólnum, já, rektorstólnum. Hvert ætlar?
Herði, nú fer að líða að hausti og haustið í raun að veru komið loksins því að það tók töluvert langan tíma í þessu góða veðri sem við höfðum í sumar og fram á haust. Þannig að ég stefna á því að fara í síðustu útileguna. Ég er mikill áhugamaður útilegur og að fara upp á fjöll á sumrin og með síðastliðin 5 ár höfum við Steinunn verið að þróa með okkur að vera síkunar, lifa í pallísi. Það er að segja að þú getur nýtt tvennt, það er annars verið að vera í hlýju og góðu húsi en upp á fjöllum, hvar sem er og hvernig sem er. Og þetta getur gert alveg fram á haust og þessum inn í veturinn með aftur talandi nýja tækni, hvernig að opna fyrir okkur nýja heima. Þannig að ég mun undirbúa mig undir að fara í síðustu útileguna þetta haustið. Og bráðum afmæli og átt von á barnabarni, það er allt að gerast. Það er allt að gerast. Í fyrirhluta mánaðarins þá var yngsti sonurinn 18 ára, þannig að ég ber ekki lengur ábyrgð á börnum samkvæmt lögum. Seinna í mánuðinum mun fyrsta barnabarnið koma í heimi, bara í næstu viku. Og alveg ljósta að það eru nýjir og spennandi tímar, ný hlutverk framundan, nýjir og spennandi tímar til þess að takast á þetta. Eyjólfur, takk fyrir að segja mér svolítið af þinni leið. Gangið sem best. Kæra þakki fyrir að leyfa mér að tala um það.